Það einhvern veginn umræðan sko, innflytjendur sem að kjósendur í Bretlandi hafa núna í sko, kosningu eftir kosningu, ár eftir ár verið að biðja stjórnvöldum að viljið hægja á þessu, þetta gengur ekki nógu vel, þetta of hratt og aðlögun ekki nógu mikil og svona. Að svo kemur þetta, það sonur innflytjenda sem að stingur þrjá stúlkur. Þá bara fer ríkisstjórnin bara, vandamáli hér hægri öfgamennska og við þurfum að handjárna alla sem að eru að tjá sig innflytjendur. Og þetta stefna Keir Starmers. Hvernig lítur þetta við þér? Sko, nú ætlum ég bara að vera hreinskilin. Ég þekki ekki praxisist mál. Ég þekki umgjörðina, ég veit það sem umgjörðum, en ég veit ekki hvernig löggjöfin lítur út eða hvað hann að vinna eftir. Ég engin sérstakur áhugamaður að reyna að halda aftur að hvernig fólk tjáir sig. Ég get hins vegar alveg skilið það að hann í mjög flókinni stöðu sem felst í því að fjölmiðlaumhverfið stórbreytt, það gjörbreytt, skiljum og fólk getur tjáð sig með alls konar hætti sem getur alið á misskilningi og alið á í þessu tilviki hugmyndum að það hafi eitthvað annað átt sér stað en átti sér stað, skilji og þegar venjulegt fólk bara út á götu sem er kannski mjög ósátt við þennan strák og mjög ósátt við þróun og meira sér ósátt við hvernig breytingu samfélaginu átt sér stað samt farið að segja, fyrirgeðu, akkur að vera að eyðileggja búðir akkur verið að ráðast á fólk út á götu þá auðvitað þarf að grípa einhvers staðar inn í, skilji ég öfundan ekki að þau verið þessu stöðu hvernig átt að grípa inn í hvernig átt að koma í veg fyrir að fólk beiti á ofbeldið svona kringumstæðum ef það upplifir ekki að það sé eitthvað sem að muni grípa í. Ég hefði haldið að ávarp forsætisráðherra hefði meira átt að vera sko, við heyrum áhyggjur ykkar, við erum tilbúin til að skoða þetta með innflytjendamálin betur, við skulum reyna að róa okkur saman en hann fór bara beint í stríðsyfirlýsingar gegn hægrinu í Bretlandi. Já, ég skil hvað meinar. Og það bara hellti olíu á eldinn. Ég skil hvað meinar, ég meina þetta getur alveg, þú veist eins og heyri skilur, ég kannski svona sikkur með þetta mál skilji, af því að ég vil heldur ekki taka þetta einhvern veginn að fullu í fangið, en þú veist, ég eins og ekki forsætisráðherra í Bretlandi skilju, þannig ég get ekki sagt að þetta sé bara eitthvað auðvelt viðfangsefni en auðvitað þetta kannski það sem flóknast í þessari kúltúrumræðu breytt samfélag það og ég meina þetta svolítið tengt í sem vorum að tala áðan, bara hvernig þú talar þessi mál annars vegar þarftu að geta einhvern veginn hlustað og ekki talað á fólk og ekki gert lítið úr þeirra áhyggjum og þú veist, velti fyrir þér af hverju þess aðstæður skapast að fólk að hafa svo miklar áhyggjur af þessu. Það vegna þess að fólk í grunninn vont fólk eða það vegna þess að það hefur einhverjar ástæður fyrir því. Kannski það því að við brugðumst í húsnæðismálum og þessum upplifir að þetta sé tengt þessum eða kannski bara sterkur rök að þessu. Eða átt að segja fólki þú ert vond manneskja, skilur þú mátt ekki á þessu hugmyndir. Augljóslega það ekki leiðin. En þetta samt ótrúlega fín lína og ég hef fundið mig sjálfa í þessu stöðu. Þú veist, hvað átt að draga línuna varðandi að gefa ekki einhverjum skoðunum sem eru bara alveg svolítið borderline og eru kannski bara falsfréttir að þú sem opinber aðili og þetta bara mjög flókið, ég fundi mér svo stöð að þú sett ekki að íta undir það en að samanskapi sérst ekki að gera lítið úr því að fólk svolítið svona ginnkeypt fyrir því þannig að ég veit þetta ekki neitt juicy svar sem fær frá mér sko, kannski var þetta ekki rétt hjá hann og gert og ég held að þetta sé bara þetta bara óslega flókið frosti en ég meina ég engin sérstakur aðdáandi þess að vera grípin í málfrelsi fólks ég hins vegar mjög meðvituð það að eins og umhverfi og upplýsingaflæði í dag ég meina við erum komið með aðstæður þar sem að það hægt að falsa myndbönd af fólki þú veist kannski bara fyrir næstu kosningar að vera myndbönd að mér að segja eitthvað sem ég var ekki að segja skiljiði og þú veist hvað átt að grípa inn í þetta flókið en það kemur betur og betur ljós finnst manni að svona, þessi svo kallað upplýsingaóreiða sem stjórnvöld tala víða á Vesturlöndum oft á tíðum bara frá stjórnvöldum sjálf sko. Þú veist það að segja það verið að hafa áhrif á umræðu gegnum samfélagsmiðla með afskiptum sko, Hvíta húsið bara beina afskipti af Facebook og Google og ég meina það eru þetta margir sem leika á fjölmiðla við skulum alveg hafa það á hreinu ég meina það bara PR-mennska gengur út á það og þetta bara orðið miklu flóknar en fyrir nokkrum árum síðan þar sem að það var bara eitt fjölmiðl og það var bara ríkisfréttirnar og allt það skilju og það margt frábært sem fyllt þessu